Þá ætlum ég bara að byrja að spyrja þig. Þessi sýning tímabilið 1955 til 1964. Það er mjög merkilegt tímabil í þínu lífi. Þetta er þegar ég kom til París, það frá Flórens. Við séum þannig margar myndir eins og þessar 3 myndir hérna eru málaðar á pappír því ég átti ekki peninga til að kaupa lérift og þetta var endur límt, ég held í Kaupmannahöfn á sínum tíma, Gunnar sá það og líka þegar ég kom til París var þetta erfiður tími því þetta var allt hérna abstrakt list, allt saman abstrakt list og það var hér ekki ein fígúratív mynd í galleríunum. Ég var til dæmis sendur til hérna gallerímanns Picasso, Daniel Kalvælen, sendi mér vinnur listfræðingur til hans til að sýna honum myndir og hann var alveg tjúlaður, alveg, hann sagði þetta rosalega list frá Norðurlöndum eins og Edvard Munch, þetta verður það versta í heimi og hann hér með hendi mér út, sko. Og mér var borgað að Ítalíu fór að koma og þau byrjuðu að kaupa myndir og ég fór til Milano 2-3 mánuðum í stóra rúllu á milli list elskanda eða safnara og seldi myndir fyrir lítið og með peningar til París, svo var það nóg í 3 og 4 mánuð, svo fór ég aftur með rúllu á 3. klassa með rúlluna við hliðina á mér. Og þarna byrjaru þetta samklipp með málverk, fyrstu listamenn til þess að byrja á því, á þessu tíma. Þetta er dálítið skemmtilegt, því við komum til París á sama tíma, einn frá Þýskalandi, og 2, einn sem heitir Classen, Peter Classen, og hann heitir Jean Voss. Svo kom einn frá Haiti, Hervé Telemaque, svo kom einn frá Ítalíu, Valerio Adami, svo kom einn frá Spáni, Eduardo Arroyo, einn frá Svisslandi, hann Peter Steinfli, og svo þetta var svona grúppa, var til grúppa, og það var maður sem heitir Gassio Talabo, sem við hittum saman með honum, og hann vildi gera nýja stefnu og gera manifest. Við vorum alveg á móti því. Vildu vera lausir, hann sagði ef þið skrifið undir manifest, það verður að hjálpa hverju öðrum alla ævina. Svo okkur fannst betur að vera svona, að gifta okkur ekki, sko, vera lausir. Og þessi stefna heitir frásagnarlistin, narrative figuration á ensku, á frönsku figuration narrative. Við erum allir lifandi ennþá. Einn svona 90 ára gamall og við erum flestir svona eins og ég, 83, 5 ára gamlir og allir við góða heilsu, eigum góða vinnustofur og kannski ekki milljónera, en gæti verið, sumir af okkur og þessi stefna byrjaði alveg á sama tíma og poplistinn í Bandaríkjum, alveg á sama tíma, 1962, fyrstu sýningarna saman. Svo var gert stór sýning í endan, þannig byrjaði að taka okkur alvarlega núna, það var stór sýning í Grand Palais fígúrasjónar til fyrir nokkur árum síðan og núna til dæmis maður sem heitir Gandur sem seldi sitt olíukompani fyrir milljónir og milljónir. Hann kaupir bara fígúrasjónar núna, hann kaupa eftir 10 ár og hann kom til mig hitt hann í fyrsta sinn fyrir nokkrum dögum síðan að koma á vinnustofuna og hann ætlar að gera safn frásagnarlistina með sínum eigin peningum. Hér á þessari sýningu, eitthvað verk sem að þú heldur sérstaklega upp á? Eitthvað svona... Það er alltaf eitt og eitt, svona á hverju ári, alltaf eitt og eitt. Það er nú erfitt að segja, ég hef gaman af þessari gráu mynd hérna í horninu, sko. Og þessar vissu leiti, mest gamla svona pólitísku myndum sem hafa eitthvað að segja sérstakann tíma. Og svo það líka, það merkileg mynd hérna inn í þessum sal sem var bönnuð á sínum tíma, en við kannski förum aðeins að Hún var handtekin. Hún var handtekin? Handtekin og geymd. Ef hún kom að henni? Hún var geymd í 52 ár. Þeir tóku 6 myndir, við gerðum stóra sýningu í Milano sem hét Antiprose. Það var á móti stríðunni í Algeríu, franska stríðunni í Algeríu og við vorum svona ýta á frönsku stjórnina til að stoppa allt saman og láta ríkið vera frjálst.
Svo þessi sýning, það voru teknar 6 myndir og svo voru látnar fara áður. Þessi var þar í 52 ár. 52, svo vinur minn lögfræðingur, hann Giuseppe Matera, hann fann skolusérfræðing sem veit hvernig á að ná myndum út frá lögreglunni. Hún var skorin í 1,5 metri tvisvar sinnum og skítug, öll svört. Svo fann ég í París, ég fann mann, spesialista sem gerir við málverk og hann hreinsaði myndina og það var sauma bakvið með sama lit. Ef þið skoðið bakvið myndina það sést ekkert á það sem var skorin, 1,5 metri, tvisvar sinnum. Og hún kom til mín alveg eins og hafi verið gerð í gær. Svo þetta fer, þegar hún kemur tilbaka til Frakkland þá setja ég hann á uppboð og selja hana og þessi lögfræðingur vildi, hann sagði við erum vinir, hann vildi ekki fá 1 krónu fyrir að ná henni út, svo ég ætla að gefa barnabörnum hans einna part af peningunum sko og hitt fyrir eitthvað annarkvort fyrir Nouvelle Frontière eða Médecins Sans Frontières eitthvað því, það fyrir eitthvað svona góða stofnanir. En hvað var það helst í myndinni sem fór fyrir brjóstið á fólki? Var það? Það var þessi það var skjali sem ég fekk frá yfirlögreglunni var að það var par þarna í stillingu sem heitir 69 69 og það var vegna þess hún var tekin út af þessari stillingu á ítölsku það Volgarmente chiamato hvað heitir það? Volgarly Z69 Þýtt á íslensku? Vulgarmente? Volgarly Kalla 69. Já, einmitt. Einmitt. Akkurat. Það var gerð bók eftir þessa mynd. Það voru losnuð Milano og þetta ég var að gera myndina þegar það var skið í Suður Afríku í Sharpeville. Það var fólk sem var bannað að fara í strætisvögnum með hvíta fólkinu og það var mótmæli og það voru skotnir 300 manns, eldri og yngri og þess vegna heitir myndin Sharpeville asexué, Sharpeville með ekkert sex og það engin reproduktion, það getur ekkert farið áfram lengur sko, þú sér það ekkert sex á fígurunum, sko, ekkert sex. Hún heitir Sharpeville asexué, með ekkert sex. Og þú fannst hana á mjög sérstökum staði, þegar ekki? Var hún ekki bak við eitthvað hún var geymt með öllu sem er stolið og öðru sem lögreglan fær og sem betur fer hún var bak við piano og annars hefði hún verið algjörlega eyðilögð sögðu þeir, sko. Það svo mikið flutningi þáttlega mögulega. Svo ég spurði hann, ég sagði við hann, er mikið málverking hjá ykkur? Og sagði, já, mörg 100 málverk. Sem hafa verið handtekin eins og þetta? Sem hafa verið, nei, ekki verið stolið og annað og, já, ekki borga skatta og annað, sko. Svo ég sagði, hversna sýnið ekki þessar myndir á stóru safni? Og þetta var svolítið gott fyrir ykkur, fólk verður svo ánægð með þetta. Það er helviti góð, þetta er góð hugmynd. Og það kemur líka fólk sem myndir hafa verið stolið og þau finna sína mynd þarna, sko. Svo þetta var ungt fólk núna og skemmtilegt fólk. Gamla daga var þetta svona Mussolini fólk, Mussolini. Já. Ok? Og já, þetta er bara orðið mjög gott. Kærar þakkir.